Og þá ætla ég að fara fram á það að áður en að 11. liður verið tekinn fyrir, þá munum við taka fyrir 12. lið án þess að þurfa að gera sérstaklega breytingu á niðurröðinni. Getið þið fallist á það? Þá tökum við bara fyrir núna 12. liðinn, við teka fram að það er ekki breyting í fundargerð á röðinliða. Þetta er tillaga bókun vegna lántöku héraðsnefndar vegna þátttöku í reiðhöllum og gaddstaðarhlutum. Og ég legg til að þessi sem er innan gæsalappa þarna í næstu línu, það fari út. Enga þarf að því þarna. En bókunin er eftirfarandi: sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykkir ábyrgð sína á láni sem nemur 40 milljón krónum, en ábyrgðaraðilar eru einnig Rangárþing eystra og Ásahrepur. Afborgun lánsins greiðist af tekjum héraðsnefndar vegna útleigu á landi í eigu héraðsnefndar Rangárþinga við Stórhól, er ekki bara héraðsnefndar Rangárþinga í Stórhólsvelli? Ekki við Stórhólsvelli. Ég bara fór eftir bókunni sem við vorum í Bólsvík. Mér finnst það ekki vera land við Stórhólsvöll, þetta er bara Stórhólsvöll. Í en ekki við. Já. Með þessu eignast héraðsnefnd Rangárþinga 51% hlut í húsinu. Nú þegar hafa safnast 15 milljónir króna hjá einkaaðilum og mun hlutur þeirra leggjast til hlut þeirra sem fyrir eigi húsinu. Þetta er raunverulega formsatriðum þó nauðsynlegt að þessi texti verði samþykktur að mati þeirra lögmanna sem eru að meðhöndla þetta mál. Þeir gerðu tilmæli það til sveitarstjóra að við myndum afgreiða þetta í þessum hætti sem er sambærilegt við er eiginlega samhljóða afgreiðslu Rangárþings eystra og sama erindi. Og ég legg til að við afgreiðum þetta svona svo að máli geti haldið áfram. Og orðið er laust fyrir svör. Ef kveður sér engin ljós og þá ber ég þetta upp, bið þá sem geta samþykkt þetta að gera svolítið að gefa merki. Það er samþykkt samhljóð. Og þá verður tekin fyrir 11. liður sem að færist inn í trúnaðarmálabók og verður gert hlé á upptöku á meðan.